Segja má að mælir Grindvíkinga hafi fylgst í dag en þá efndu þeir til mótmæla við lokunarpóst á Grindavíkurvegi. Og ástæða mótmælanna, þeir vildu sjá yfirvöld opna bæinn fyrir ferðamönnum, en Grindvíkingum finnst skjóta skökku við að erlendir og innlendir ferðamenn geti lagt bílum sínum við afleggjarann af Bláalóninu og geti gengið að nýjasta eldgosinu. Já, eða farið og baða sig í Bláalóninu. En á sama tíma má ferðafólk ekki koma til Grindavíkur. Yfirvöld skutu sig hugsanlega í fótinn en á sama tíma og almenningur mátti ekki koma til Grindavíkur lenti þyrla landhelgisgæslunnar á höfninni Grindavík og voru með í för forsætis- og utanríkisráðherra ásamt Ursulu von der Leyen, forseta framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins. Dagmar Valsdóttir skipulagði mótmælin. Dagmar, ég ætla ekki að vera með neitt inngang á þessu. Nú ætla þú bara að skýra út fyrir mig nákvæmlega hvað búið að vera í gangi í dag og á aðdragandinn og allt þetta. Já, hver aðdragandinn? Ég eiginlega bara orðin mjög þreytt á þessu ástandi. Fá ekki af opið, þurfa endalaust að berjast í stjórnvöld. Þannig að ég ákvaði bara í morgun þegar ég var að keyra inn í Grindavík þar sem ég þurfti að gista í Kópavoginum út af sínum mínum. Þá ákvaði ég bara að pósta mótmælum, bara gera mótmæli, segjum eitthvað. Komum saman og bara látum heyri í okkur. Ég bara gerði það og vissi ekkert hvort ég bara ein af þremur eða hver ég Og var ekki dálítið fyndið á sama mómenti var... Jú, síðan var annar, hvað heitir hann, Guðni? Já, Guðni, já. Já, hann var síðan bara akkúrat að senda tölvupóst á sama augnabliki, ég þekki ekki mannin, og að fara að mótmæla. Við varum bara að fara að mótmæla, þetta var ekki hægt lengur. Þannig að við vorum greinilega að hugsa alveg eins, sko. Og, hefði þetta getað gengið eitthvað betur? Var þetta ekki bara frábært? Þetta var frábært og við bara sýndum að við þurfum líka að opið eins og Bláalóni og Norðurlætin. Við getum ekkert lifað á ekki neinu, við erum ekki með neitt nema kostnað og við þurfum bara að stjórnvöld hlusta á okkur og þegar við sjáum að það er engin hætta, opna bæinn, lesa í steinana eins og Þorvaldur segir, bara gerum þetta er ekki síðasta gosið, það gæti komið önnur eftir þetta. Við getum ekki verið að reka fyrirtæki með það í huga að kannski, við þurfum auðvitað, það er gos, við þurfum að lifa með það og það er allt í lagi. Ég vil ekkert endilega hætta að gjósa, ég er mjög ánægð með svona túristagos, en ég bara get þetta ekki, þetta er svo ósangjart. Já, það er dálítið ósangjart eða ekki finnst ykkur að það er allt opið bara hinum megin við Þorgöt og með fullri virðingu við dýrkum og dáum Bláalónið, bara hvað væri Ísland án Bláalónsins. Ég hefði ekki keypt gistihúsið í den eða væri ekki út af staðsetningunni, Bláalónið, Keflavíkurflugvöll. Þannig að ég vil ekkert meira en að það sé opið. Nei, en þér finnst, þeir við að sitja við annað borð? Já, það er bara þannig. Það er engin önnur ástæða. Og er ekki líka, mér langar að spyrja það út í, þú ert með þú ert búin að reka þetta gistiheimili og þú ert með mjög flottar pælingar, þú ætlir bara að bæta í, þú ætlir bara að gera meira en þú færð ekki lán, það er ekki lengur styrkur. Nei, og ég fæ heldur ekki leyfi. Leyfi? Byggingafulltrúinn kemur ekki, hann svarar ekki tölvupóstum. Byggingafulltrúinn þá Grindavíkurbæjar? Þannig að það er engin með mann í liði. Ég er að reyna að opna kaffihús, mér langar að vera með hjólaleigu, mér langar að vera með VR, þannig að fólk getur séð dálítið eins og, hvað heitir þetta? Já, svona 3D, eða ekki? Já, jú, dálítið svona eins og það skiptir. Já, ok, allavega, já. En þú ert bara með mjög metnaðarlega fullt af hugmyndum. Sem gætu virkað út að við þurfum líka að breyta rekstrinum miðað við að það er gos og það er ekki allir sem treysta sér í að gista en það er endalaust að rútum að koma og fólki að koma og skoða bæinn. Þannig að þá þurfum við að reyna að hugsa í lausnum hvað getum við gert til þess að lifa af. Já, þannig að það er frábært tækifæri en að meðan þetta er svona þá er þetta... Fyrir utan bara þetta hús, borg, það hefur svo mikla sögur fyrir Grindvíkinga. Þannig að mér er svo mikilvægt að nýta það vel. Já, en fyrir ykkur að vera að reyna að standa í einhverju rekstri, þetta er náttúrulega bara, þetta gefur augalega. Erfitt þegar það er allir á móti. Já. Við þurfum bara að fá aðstoð, bæði frá stjórnvöldum og frá Grindavíkurbæ. En ertu ekki bara bjassinn og það að þessar aðgerðir sem að þú átti þátti að skipuleggja, mun þetta ekki vonandi ná eyrum og augum? Þetta er síðasta sinn sem við þurfum að gera þetta. Mér finnst þetta ekki skemmtilegt. En ég er rosalega glöð að sjá bara hvað við erum mörg og við styðjum við hvort annað. Hvað voru margir sem mættu. Já, mikil samstaða. Já, með svona stuttu fyrirvara, það voru 2 tímar. Þannig að fólk bara hitti sumir komið frá Þorlákshöfn og keyrði alla leið og þetta var bara
dásamlegt og þrátt fyrir það hefði örugglega fleiri komið að það hefði ekki verið gólfmót líka. Þannig að ég er bara mjög og sátt. Frábært, takk hérlega fyrir. Ég segi bara hljómandi. Hver stendur fyrir þessu? Við öll bara, allir Grindvíkingar. Voru Grindvíkingar saman? Hvað planið? Við ætlum ekki að hleypa gegn nema þið opni Grindavík. Hvað segirðu? Við viljum að þið opni Grindavík. Bara ekki athygli á misrétti hvernig þið beitið okkur Grindvíkingar. Já, þvílíkt misrétti. Þar með lögreglustjóri Suðurnesja. Nú verður bara að fara að gera þessi í brók. Og þrátt fyrir það að þið opnið núna, vonandi, helst strax, þá er það líka bara næst eða gos. Hvað er það fyrir að bíða lengi? Hvað er það eftir að fyrir að bíða og missa mikið af kúnum? Fólk fyrir að hætta að trúa Grindavík. Þegar við getum ekki, það er engin hætta. Opnið, þetta er sölfa. Það er það sem við viljum. Við erum ekki að biðja eitthvað auka og við erum ekki að biðja einhverja sér aðferð. Við viljum bara að þessi hlusta á okkur og tekið greina því að það er engin hætta, þannig að opnum. Það er miklu hættulega fyrir fólki að standa hérna upp frá og fara hérna upp á gíðhæðina og labba í átt að gosinu. Og það er kílómetri fjarlægðar frá gosinu. Akkur er það ekki hérna, akkur má það ekki vera í Grindavík. Hvað er að í Grindavík? Við viljum fá svörin. Og það getur enginn svarað. Þetta er bara eitthvað kredit, þetta er bara ákveðið að þið hafið þetta svona hjá lögreglustjóranum. Að hann fara að standa upp og segja, komið með skýringar fyrir þessu. Og við stöndum hérna og andur konum með skýringar, og við fengir einhverja skýringar. Þetta er ekki flókið. Við erum ekki ósækja. Já, gerðu það. Við erum að hætta þessari rökleysu. Standi í lappirna. Gerið ykkur í brók. Þið brutist stjórnarnar var ekki. Þið er svo veiklan bróma. Þið er svo veiklan bróma. Segðu bara hún í gang. Æ, greið, þau eru að missa flugi. Æja, leiðilega. Það er bara bítur það betur mótvæl. Hverju að missa hún? En við ætlum að vera að gera það til að opna póstinn. Það til að opna til umsett til Grindavík. Það er ekki flókið. Við erum ekki að biðja eitthvað sem rósið. Við viljum bara... Hi. Já, Are you the protesters? Við erum að loka auðvitað með... I understand. We got a cause. We're going to catch and miss our plane back to the States. We came here to, spend money and enjoy the people. Now we can't get back to our plane. Yeah, we have a right to protest. So I understand. We're going to a lot of money to try to fly back to the United States. Our plane leaves in about an hour or so, and so is there anything you do to help us? Send the cops. I don't know. It's not to me. Can the cops drive you? Excuse me? Can the cops just drive you? No, he said turn around, and I said we're trying to catch a plane. And we just came down here before we get on the plane, and now we can't get back to get our flight. And we've been here for a week, having a great time, spending a lot of money. Nothing but nice people in Iceland, and now we can't get to our plane. And she's her situation too. We had a little time left, so we thought we'd come see the Blue Lagoon, which we heard about. And now we can't. Your strikes, it's not fair. We got connecting flights and everything. What other way? You are striking Reykjavik. And then where? Yeah, to the airport. You can drive here to the airport. How do you do that? Just go here into and Go up the hill? yeah, and then to the right and just follow it and you will end up. Okay, so just go right up that hill and keep going. Yeah. Thank you so much. First to right. Thank you so much. Nei, raun má það ekki. Nákvæmlega, hann má það ekki. Þannig að if you can get through the post, then you can go there. Post here. There's a tourists are banned to go into Grindavík. That's why we are protesting. This is such a bullshit going on. I understand your situation, my friend, and I support you 100%. I'm trying to get on a plane. I know. Missing your flight, I will lose. No. Go up the hill and to the... En hann ætti ekki að fá að fara í gegnum póstinn, sko. En þú kemst? Nei, það er bara hraunni tók það. Það er ekki hægt að keyra lengur. Einum með við, sko. Yeah, we understand you. Talk to the closing post.
Það verður bíó ef hann fær að fara í gegn, sko. Þá, hvað fær hann að fara í gegn? Þið vitið það að þið eru að brjóta á öllum rétti, öllum hérna fara að banna þeim að fara inn í bæinn. Vitið það því það? Bara ekki brjóta neins, ég var að mæta. Nei, það er lokunarfólkur. Og þú veist að það er brot að loka veginum hérna. Þú veist á því það ekki. Þú veist ekki að því. Akkur til lögreglu. Hvað tók ég til lögreglu? Ekki til lögreglu? Ef þú veist ekki lög og reglur, ég má tala. Já, þú þarf að vera öðru. Þetta er bara lög og reglur. Þetta er frelsissvipting. Þú veist það ekki. Þið vitið það allir. Það mega allir fara inn til Grindavíkur, annars er þetta bara brot á frelsi, ferðafrelsi landsmanna. Það er það. Vitið það ekki það? Það sem við erum að óska eftir að það væri útskýrt fyrir okkur út af hverju það er í lagi hérna megin fyrir túrista til að fara og séu þarna megin gott í Grindavík okkur finnst þetta alveg gríðalegt óréttlæti. Það er verið að brjóta þessu. Okkur finnst vera brotið á okkur. Elskandi við okkur, en ekki bara stöndum við okkur, leifið okkur að njóta sömurinn. Já, líka þessi gert, næstu að kemur eftir gos, að við þurfum ekki að standa í þessu. Að vera báðir reiði, það er alveg nógu erfitt fyrir okkur að berjast gegn náttúrunni, að vera hérna að reyna að lifa með náttúrunni, þessum náttúruöflum, en að þurfa líka að vera stanslaust að hringja í fólk og reyna að fá okkar gert. Og á sama tíma er sem hans þyrla inn í Grindavíkuna sem var að flytja Úrsulu eða hvað hann heitir. Hún er að skoða Vesturvör. Hversu mikil skekkja er í því að einhver fyrirferðarkona með henni flogið, hún má vera þarna en útlit venjulegir túristar með ekki. Hvaða bull er þetta? Okkur til þess að reyna alltaf fyrirtækjanum okkur og við getum vera líka neitt til þess íbúið og opna sem það til það Löggan er fann að beina þeim fram hjá mótmælarnum ef við ekki að loka hérna líka. Svo ekki spurning. Við vitum að þið eru bara lögreglan. Já, en segð mér eitt, hvað er þetta að gera að kemur hérna neður tilfækjana sem eitthvað þarf að sjóna? eftir okkar að mótmæla. En ekki svona. Hvernig var það? Við höfum reyndast, þetta er síðasta úrræðið. Við höfum reyndast, það er enginn að hlusta. Það er bara svo einfalt. Við höfum ekki gaman að þessu. Finnst þér rökrétt að opna hérna inn og svo eins og hérna í gærkvöldi þá voru svona 150 bílar lagðir hérna í kantinn hérna og 200-300 manns að labba góðstofuna. Það mátti ekki koma til Grinda. Finnst þér það rökrétt? Það skiptir ekki máli hvað mér finnst í dag. Það sem mér finnst að eina sem við skipta máli er að þið færi bíl. En ok, eigum við þá ekki að tala um það, hvað er löglegt í landinu? Eigum við þá ekki að ræða hvaða lög eigum að fylgja í landinu? Eigum við ekki þá að ræða hvaða lög við eigum að fylgja? Við erum ekki dónalega að reyna. Við viljum bara fá svör. Af hverju lokið hjá okkur?